Ársæll Jónsson. Hvernig líður þér núna? Undarlega. Undarlega? Já. Hvernig þá? Bara þetta er svona sérstök tilfinning. Já. Já. Það er ekki margir sem að geta lýst þessari tilfinningu. Nei, þetta er svona skrítið svolítið. Já. Var þetta einhver skyndi ákvörðun? Nú var hann ekki skráður á Narjón á þessa sýningu? Já, þetta er bara búið að vera svona, við félagarnir höfum verið að velta þessu svona á milli okkar. Já. Svona. Og bara, þetta var gert bara svona, já, þetta var svona bæði ákveðið og ekki ákveðið. Já. Og það kom einhvað líka annað til greina. Þetta er svona bara... Svona gerist þetta? Já, við ákváðum þetta í fyrrakvöld að fara þessa leið. Já. Pröfa þetta. Já. Já, já. Sjáu þið ekkert mikið eftir því? Ég held ekki. Nei. En hérna, það er nú ekki búið að loka þessum dóm yfirleitt eftir. Hvað segir þið félagarnir um það? Já, ég hef nú ekki rætt af við Daniel, en ég held að, já, ég ætla að segja, þeir félagar eru til alls líklegir. Já. Já. Eins og þeir hafa sýnt í dag. Já. Já. Og hann er að verða fallegri og fallegri? Já, já. Allavega hesturinn? Já, já. Hann hækkaði, hvað hækkaði hann fyrir byggingu núna? Hann var með 8,24 þegar hann kom hér, en er núna með 8,39. Já. Þannig að þetta er allt á uppleið. Já. Ertu byrjaður að taka við pöntunum? Það er eiginlega, já, það var eiginlega búið að panta fyrir svona 80 til 100 meira áður en hann kom hér. Já. Ég hugsaði að mikið ekki. Nei. Og hvernig, nú verður ekkert reynd bara sæðingar og hann aftur það? Ég vil ekkert um það segja, hérna allavega ætlum við að hafa það þannig að það yrðu 2 gangmál eftir landsmót. Já. Og eitthvað haldið á húsið það? Já, við skulum bara, það er aðeins búið að sæða með honum og það er eitthvað, jú, það hefur nú eitthvað fylgfullt, aðeins svona byrjað að sóna og pröfa og já, það lítur vel út. Já. Þannig að þið eru bjartsýnir og hvernig á að fagna í kvöld? Já, við bara allir fögnum bara ekki 50-dagskvöld eða tökum allan föstudaginn í það kannski. Já, alla helgina kannski. Ég veit það ekki. Það er nú ekki hægt á þessum árstíma. Nei. Nei. En þetta var glæsilegt hjá þeim báðum og innilega til hamingju með þessu góðu ræktun sem er alltaf að sanna sér betur og betur. Já, ég þakka fyrir. En betur fyrir, þetta er 3. hrossið sem færir í 9 úr þessum hóp. Það lítur að vera heimsmet. Já, ég veit það ekki. Ég veit það ekki. Nei. Fyrsta heimsmet eða ykkur kannski. Ég veit það ekki. En til hamingju og bara þið fjölskyldan, hún áttar nú ekki einn. Nei. Ég er góðan eiganda með mér. Já, takk. Og eigið þið góðan dag? Já. Og kvöld? Hann er búinn að vera prýðilegur. Þessa. Bye bye.